Sæl og blessuð. Skulum byrja á því að biðja saman. Já, Drottinn Jesús, þakka þér fyrir það að fáum að koma saman til að hlusta á þitt orð, hvað þú hefur við okkur að tala. Þakka þér fyrir að þú vilt tala til okkar. Þú vilt opinbera þig fyrir okkur. Gefa okkur skilning á orðinu þínu. Og nú leggjum við okkur í þínar hendur og biðjum þig, Drottinn Jesús, að þú blessir okkur eitt og sérhvert með þínu orði. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Það fyrra Jóhannesarbréf, nú erum við að ljúka þessu bréfi, þetta síðustu versin í fyrra Jóhannesarbréfi, 5. kafli og versin 19 til 21. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði í syni hans, Jesú Kristi. Hann hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falsguðum. Hér í niðurlagsorðum þessa bréfs þá stillir pósturinn upp tveim andstæðum. Þeim sem tilheyra Guði og þeim sem tilheyra heiminum. Það aðeins það tvennt að ræða. Annarkvort erum við Guðs eign eða við erum á valdi hins vonda. Það svolítið erfitt fyrir marga að sætta sig við þetta, en þetta það sem raunveruleikinn. Aðeins þessir tveir kostir. Við vitum að við erum Guðs eign, skrifar pósturinn til fólksins sem Jóhannes var að starfa á meðal. Og hvað felst svo í þessum orðum? Það ekki svolítið rokafullt að tala svona? Við vitum að við erum Guðs eign. Við sem tilheyrum Jesú. Við erum Guðs eign. Og það ekki okkur að þakka. Við erum keypt með Jesú dýra blóði til þess að tilheyra honum og ríki hans. Í Kólossarsbréfinu og 1. kaflanum og 13. versinu það segir: Hann, Guð, hefur frelsað okkur frá valdi myrkursins og flutt okkur yfir í ríki síns elskaða sonar. Frelsað frá hinum vonda og tekið okkur og sett okkur inn í ríki síns elskaða sonar. Þetta Guðs verk. Guð hefur í Kristi Jesú tekið okkur í sinn faðm og gert okkur að sínum eignarlið. Þeir mín, þeir minn líður, þeir mitt fólk, segir hann við þá. Áður en grunnur heimsins var lagður, útvaldi hann okkur í Kristi að hann hefði
oss fyrir augum sér, heilög og lýtalaus í kærleika, segir í 1. kafla Efesusbréfsins. Já, áður en heimurinn, grunnur heimsins var lagður, þá útvaldi hann okkur sem sína eign. Og hann útvaldi okkur til þess að hann gæti haft okkur fyrir augum sér, heilög og lýtalaus í kærleika. Þetta eitthvað sem við getum ekki gert, en hann gerði þetta í Kristi Jesú. Og í öðrum kafla Efesusbréfsins og 19. versinu þar stendur: Þess vegna eru þið ekki framar gestir og útlendingar, heldur eru þið samþegnar hinna heilögu og heimamenn Guðs. Ég veit það svo fallegt orð, heimamenn Guðs. Eign hans, börn hans sem eiga heima hjá honum, eiga sitt heimili þar, eiga sitt athvarf þar. Heimamenn eða heimilismenn í ríki Guðs. Þeir ganga að nægtarborði hans hvern dag og njóta umhyggju hans. Hversu stórkostlegt er það ekki að vera Guðs eign? Guð gætir barna sinna. Þau eru eign hans, þau eru hans börn. Hann varðveitir þau og verndar. Já, við lesum það í Jóhannesar Guðspjalli hvernig Jesús gætir barna sinna eins og góður hirðir. Hann segir að þá sem hann hefur friðkeypt og frelsað með blóði sínu: Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Faðir minn sem hefur gefið mér þá er meiri en allir og enginn getur slitið þá úr hendi föðurins, segir í 10. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Já, þetta er aðeins nokkur atriði sem sýna okkur hvað það er sem felst í því að vera Guðs eign, að tilheyra honum. Andstæðan eftir á móti við að vera Guðs eign er að vera á valdi hins vonda. Það er að tilheyra heiminum. Þeir sem tilheyra heiminum, þeir eru vonlausir, hjálparvanar, þeir eru í myrkri og þeir sjá ekki allt það góða sem Guð hefur fyrirbúið þeim. Hinn vondi heldur þeim í fjötrum, í blindu. Pósturinn hann skrifar til Efesusmanna og minnir þá á hvernig líf þeirra var áður en að þeir gáfust Kristi. Það er að segja að meðan þeir voru á valdi hins vonda. Þá segir, þið voru dauð vegna afbrota ykkar og synda sem þið lifðuð í áður, samkvæmt aldarætti þessa heims, að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú verkar í þeim sem ekki trúa. Eins lifðum við öll fyrrum, lutum jarðbundnum girndum, gerðum það sem okkur lysti og refsidómur Guðs vofði yfir okkur eins og öðrum mönnum. Þannig stendur í öðrum kafla Efesusbréfsins og 1. versunum. Og hér er talað með berum orðum. Það er ekki dregið undan. Staða þeirra sem ekki trúa er alvarleg, mjög svo alvarleg. Hinn vondi hann verkar í þeim, hann hefur vald yfir þeim. Já, hann ráðskast með það
og þeir komast ekki út úr þessu að sjálfu sér. Við vitum að við erum Guðs eign, stendur í textanum okkar. Hvernig getum við svo verið þá fullviss að við séum Guðs eign? Fyrir í þessum síðasta kafla 1. Jóhannesarbréfs skýrt svar við þessari spurningu. Það segir: Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem á soninn á lífið. Sá sem ekki á Guðs son á ekki lífið. Skýrar er ekki hægt að segja það. Þeir sem lifa í samfélagi við Jesú eru eign Guðs og þeir eiga eilíft líf. Ekki vegna þess að þeir séu svo góðir, heldur vegna þess að þeir lifa í samfélagi við Jesú og eiga það sem að hann hans réttlæti, og þess vegna geta þau staðið lýtalaus frammi fyrir ásjónu Guðs. Þetta hafði Guð ákveðið áður en heimurinn var grundvallaður. Það líka annað hér í þessum versum sem ég las í upphafi sem Guðs börn vita, og það ekki síður mikilvægt. Það segir í 20. versinu: Við vitum að sonur Guðs kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans Jesú Kristi. Hann hinn sanni Guð og eilífa lífið. Já, við vitum þetta, segir postulinn. Það þrennt sem langar til að undirstrika í þessu sambandi. Í fyrsta lagi, þeir sem trúa á Jesú vita að hann sonur Guðs. Þeir vita það vegna þess að Guð hefur opinberað þeim það. Hann sagði svo lærisveinarnir hans heyrðu að Jesús væri hans elskaði sonur. Og þeir vita það líka vegna þess að þeir hafa kynnst honum og þeir þekkja hann. Heilagur Andi hefur opinberað fyrir þeim hver Guð Jesús frelsari sem Guð lofaði að senda. Hann kominn. Og það mikilvægt að þekkja Jesú. Páll postuli, hann skrifaði Tímóteus samstarfsmanni sínum sem að það átti í erfiðleikum í öðru bréfi sínu. Það segir: Hann, Drottinn, hefur frelsað okkur og kallað heilagri köllun, ekki vegna verka okkar, heldur eftir eigin ákvörðun og náð sem okkur var gefin frá eilífum tímum í Kristi Jesú. En hefur nú birst við komu frelsara vors, Jesú Krist. Hann afmáði dauðann en leiddi í ljós óforgengileika með fagnaðarerindinu. Og til að boða það ég settur predikari, postuli og kennari. Og fyrir þá sök líð ég á þetta. En ég fyrirverð mig eigi því að ég veit á hvern ég trúi. Hann þekkti Jesú. Hann þekkti hvernig hann stendur við það sem hann hefur lofað. Hann þekkti hvernig hann ber umhyggju fyrir sínum börnum, sinni eign. Það veitir djöfung og styrk til að lifa fyrir hann, jafnvel þótt á móti blási, að þekkja hann. Jesú
and mig og líf mitt. Og honum and það að ég nái hólpinn heim í ríki hans. Honum and það að ég lifi í samfélagi við Guð. Honum and það að varðmeita mig frá hinum vonda. Í öðru lagi, þá langar mig til að benda á það sem ég stendur, að þeir sem trúa á Jesú vita að hann hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við vitum að Jesús, hann hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð, segir hann til þessara sem hann skrifar bréfi til og til okkar líka. Jesús, hann kom til að opinbera Guð fyrir okkur. Við lesum á mörgum stöðum í Gamla testamentinu hvernig Guð opinberaði sig þar. Við lesum til dæmis í fyrri Samúelsbók og öðrum kaflanum. Þá kom Guðsmaður nokkur til Elí og sagði við hann, svo segir Drottinn, opinberaði ég mig ekki fyrir ættmönnum föður þíns, þegar þeir voru þrælar fjölskyldu Faraós í Egyptalandi. Hann opinberaði sig í verkum sínum og hann opinberaði sig í orðum sínum. Það stendur líka Samúel spámann. Þegar Drottinn kallaði á hann, þá segir, en Samúel þekkti Drottinn ekki ennþá og orð Drottins hafði enn ekki opinberast honum. En Samúel þekkti Drottinn ekki ennþá og orð hans hafði enn ekki opinberast honum. Það er rétt af þetta í huga líka. Orð Guðs. Guð opinberar sjálfan sig í orðinu sín fyrir okkur. Hver hann hvað hann gerir. Hann opinberar sig í verkum sínum. Þetta sjáum við skýrt í Gamla testamentinu. En þessi opinberun sem við sjáum í Gamla testamentinu, þessi verk og orð Guðs, orð spámannanna, það er aðeins skuggi að því sem að koma átti. Þegar Jesús sjálfur opinberaði Guð fyrir okkur. Það segir í Jóhannesarguðspjalli og í 1. kaflanum 18. versinu, enginn hefur nokkurn tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jesús, hann opinberar fyrir okkur Guð. Hann gefur okkur skilning til þess að við þekkjum hinn eina og sanna Guð. Í lífi Jesú og í orði hans þá lærum við að þekkja hinn sanna Guð. Þess vegna er svo nauðsynlegt fyrir okkur að lifa í þessu orði, að leyfa því að komast að hjá okkur þess að við lærum að þekkja Guð og kynnast honum og sjá hversu mikil fjársjóður það er að vera hans eign. Og hann veitir okkur þá skilning á því hvað það er að vera Guðs barn. Við kannast öll vel við orð Jesú í Matteusarguðspjalli og 11. kaflanum þar, 28. og 30. versin, og við höfum það oft yfir, en það segir, komið til mín, öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin, og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, þegar ég er hógvær og af hjarta lítillátur, og þá munu þið finna hvíld sálu yðar. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Já, þessi orð eru okkur kær. Þau veita okkur huggun, þau veita okkur styrk. En inngangur Jesú að þessum orðum, ég veit ekki hvort að við hugleiðum þau svo oft, en þau eru mjög mikilvæg. Versið á undan. Áður en
Jesús kom með þessi hvatningar og hughreysingarorð, þá sagði hann: allt hefur Faðir minn falið mér og enginn þekkir soninn nema Faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn, og sá sonurinn vill opinbera hann. Þetta var inngangurinn að þessu. Og svo segir að þegar hann búinn að opinbera okkur hver Guð er, hvað hann gerir, hvernig hann elskar, já, hvernig honum er and okkur, þá segir hann: komið til mín. Komið til mín öll þér sem erfið og þung eru hlaðin, og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því ég er hógvær af hjarta og lítillátur, og þá munið þið finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Þegar við þekkjum Guð, við sjáum þetta, þá sjáum við þessa byrði. Sumir sjá nefnilega bara hvaða ok er hann að leggja á okkur. Jú, það er að fá að lifa í samfélagi við Drottinn. Guð sem er mikill, sem er máttugur, sem elskar og sem þráir að veita okkur af auðlegð sinni, hver dag og hverja stund, það sem við þörfnumst hvert og eitt. Lífið verður ríkara eftir því sem við kynnumst Guði betur og lifum í nánara samfélagi við hann. Og Jesús hefur gefið okkur skilning svo við þekkjum sannan Guð. Hann hefur gefið okkur skilning svo við þekkjum sannan Guð. Það er svo margir sem að þekkja ekki sannan Guð. Þetta er kannski afspurn, en Jesús, hann gefur okkur skilning, þannig að við þekkjum sannan Guð, hvernig hann er og hvað hann gerir. Í bæn sinni fyrir lærisveinum sínu segir Jesús: en það er hið eilífa líf, að þekkja þig, hinn eina sanna Guð, og það sem þú sendir Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Eilífa lífið, það er nefnilega það að þekkja hinn eina sanna Guð og Jesú, sem að gefur okkur skilning svo að við þekkjum sannan Guð. Þekkjum hvað það er að vera hans eign. Þekkjum hvað það er að fá að búa í hans húsi, vera hans heimamenn, þiggja frá honum allt sem við þörfumst. Og það þriðja sem við langar til að undirstrika hér, það er að þeir sem trúa á Jesú lifa hinum sanna Guði í syni hans Jesú Kristi, segir hér í þessum versum. Þeir sem trúa á Jesú lifa hinum sanna Guði í syni hans Jesú Kristi. Jesús lifir í þeim, leiðir þá, verndar, varðveitir og notar þá í sinni þjónustu hér á jörðu. Í Kólossusbréfinu og öðrum kaflanum, 7. og 7. versinu, er hvatning til okkar. Þið hafið tekið á móti Kristi, Drottni Jesú. Lifið því honum. Verið rótfest í honum og byggð á honum. Staðföst í trúnni eins og ykkur hefur verið kennt og auðug að þakklátsemi. Þannig talar Guðs orð. Og að lokum vitnisburður minn er sá sami og vitnisburður Asafs í 73. salminum, en þar segir: en mín gæði eru það að vera nálægt Guði. Ég gerði Drottinn að athvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Þetta eru mín gæði, að lifa þannig. Guð gefi að opinberum Jesú á hinum sanna Guði sé lifandi
í hjörtum okkar og gætum vel að því að ekkert skyggi á þessa opinberuna. Þá verður lífið okkar ríkt, stórkostlegt, að fá að vera Guðs barn, Guðs eign. Og við vitum vera það því Jesús okkar frelsari sem við lifum með. Við skulum biðja saman. Já, drottinn Jesús, við erum þakka þér fyrir það að þú hefur friðkeypt okkur og frelsað. Þú hefur kallað okkur til þess að vera þín börn. Öllum þeim sem hann tók á móti til gafst þú rétt til þess að kallast þín börn. Þökkum þér fyrir það, drottinn Jesús, og gefðu okkur að lifa í þér. Og biðjum þig, drottinn Jesús, að við mættum vera opin fyrir því sem að þú talar til okkar í þínum orði stöðuglega. Taka það til okkar, drottinn Jesús. Já, auðgaðu okkur, drottinn, með orðinu þínu og gefðu það samfélag okkar við þig, það mætti vera dýpra og innilegra. Við sjáum hvernig gæði það að fá að vera þitt barn og fá að vera í þinni þjónustu, að hjálpa öðrum svo að þeir sjáu þig, drottinn Jesús, og það sem að þú hefur ætlað þeim. Kallaðu þá, drottinn Jesús, sem eru enn á valdi hins vonda til trúar og samfélags við þig. Og gefðu okkur, drottinn Jesús, djörfung til þess að kalla, hrópa út fagnaðarerindi, veg hjálpræðisins fyrir allt þetta fólk. Já, drottinn, blessaðu starfið okkar, bæði hérna heima og úti á kristniboðsökrunum okkar. Vertu með kristniboðum, vertu með samstarfsmönnum okkar, blessaðu lífið í kirkjunum okkar, drottinn Jesús, og biðjum þig að þú áframhaldandi opinberir þig fyrir fólkinu og gefur þeim skilning á hinu eina sanna Guði og lífi með honum. Þökkum þig fyrir þessa stund og biðjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þitt vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldurunum. Ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu.